Takk fyrir, Höskuldur, og komið sæl og blessuð. Ég með kveikt á símanum líka til að ef að stefnir í óefni. En mér veist ég var nú að byrja á því að segja að mér veist ég svona af þessum fyrirlestur sem komið hafa lært meira heldur en ég mun nokkuð tíma koma til með að miðla til ykkar úr Fílabeinsturninum við Lækjargötu. En sjá nú til. Hvers vegna þarf að huga að einföldun regluverks og hvaða sjónarmið rétt að hafa leiðarljósi, hvaða vinna núna í gangi hjá stjórnvöldum og hvaða lærdóm má draga af því starfi fram til þessa. Þetta nú kannski það sem ég ætla að tæpa á. Það má fullyrða að það eru áhyggjur á alþjóðavettvangi af sívaxandi regluvæðingu og þótt að reglur, hvort sem þær eru til að vernda umhverfi eða neytendur eða hvað eina sem þó að þær þjóni yfirleitt göfugum markmiðum, þá fylgir þeim óhjákvæmilega kostnaður fyrir ríkið, fyrir atvinnulífið og fyrir almenning. Og á alþjóðavettvangi þá mikið talað um það sé vænlegt að reyna að leita leiða til að draga úr þessum kostnaði eins og hægt án þess að það komi niður á þessum markmiðum. Ef ég tek dæmi af nýlegri löggjöf sem heyrir undir forsætisráðuneytið, upplýsingalögunum, þá eru markmiðin nokkuð ljós og óumdeilanleg, aukið gagnsæi, traust til stjórnsýslunnar og tjáningafrelsi og upplýsingafrelsi borgaranna. En þessum nýju lögum fylgir kostnaður, bæði starfsmanna hjá hinu opinbera tileinka sér ný lög, fjölgun upplýsingabeiðna. Nú þarf að fara að meta undanþágur sem ekki átti áður við. Fyrirtæki í opinberri eigu falla nú undir lögin og þau þurfa að kynna sér reglurnar og koma upp færni til að svara upplýsingabeiðnum, fjölgun kærumála og þar með talið til dæmis aukin lögmannskostnaður. Þannig að það þarf alltaf að horfa á ávinninginn í samhengi við kostnaðinn og reyna að leita leiða til að halda kostnaði, ekki bara fyrir ríkið, heldur líka fyrir atvinnulífið og almenning í lágmarki án þess að það komi niður á markmiðunum. Ég ætla að taka eitt lítið dæmi hvernig regluvæðingin svona lítur út magnlega séð. Ég ætlast ekki til þess að fara að rýna í þennan texta, en hér sjáum við hvernig sama ákvæði sem á rætur í Jónsbók að öllum sé heimilt að tína ber til neyslu í annars landi, lifir af og núna í nýjustu náttúruverndarlögunum frá vorið 2013, þannig að mönnum heimilt samkvæmt annarri málsgrein að tína ber, en ekki bara ber, heldur líka sveppi, fjallagrös, skeldýr og fjörugróður til neyslu á vettvangi. Og núna eru komnar til sögu stjórnsýslustofnanir, ráðherra, Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun sem geta tekið á ýmsum afbrigðum sem geta komið upp í þessu sambandi. Ég ekki að segja að við viljum hverfa aftur til 13. aldar þegar regluverkið var mjög einfalt, en óneitanlega verðum við að svona staldra við og hugsa, getur þessi þróun haldið áfram út í hið óendanlega. Hvers vegna vex regluverkið og verður sífellt flóknara? Samfélagið auðvitað flóknara heldur en áður. Alþjóðavæðingin og EES auðvitað fyrir okkur hér á Íslandi rót margar lagasetningar, en síðan auðvitað það viðhorf dálítið mikið upp í samfélaginu að lagasetning sé lausn á flestum vandamálum sem uppkoma og jafnvel talin mælikvarði á árangur ríkisstjórnar og atorku þingmanna. Þannig að ef að fá frumvörp til meðferðar á Alþingi þá rís almenningur jafnvel upp og telur að eitthvað sé að. Nú, það var minnst áðan á hugtakið snjallari reglur og það einmitt endurómun á því sem efst á baugi, til dæmis innan OECD. Tala ekki bara afreglun eða deregulation, heldur miklu frekar að finna snjallar útfærslur til að samræma markmiðin
og skilvirka leið að þeim. Og vera með einhvers konar heildstæða reglustefnu og meta árangurinn, og þess vegna finnst mér það sem hefur komið fram hér frá fyrirlesurum að reyna að meta árangurinn af reglum og opinberu eftirliti vera akkúrat í takt við það sem að gerast á alþjóðavettvangi. Ég get tekið dæmi frá Þýskalandi þar sem menn eru farin að mæla reglubyrðina og gefa út tölfræði það hvað nýjar reglur fela í sér mikinn aukinn kostnað fyrir ríki, atvinnulíf og borgarana, og þar sjá menn að það ekki bara skriffinsku kostnaður atvinnulífsins sem vex, heldur líka allur annar kostnaður af opinberu regluverki, og kostnaður atvinnulífs af nýju reglum jafnvel meiri en kostnaður ríkisins. Við hér á Íslandi erum við erum enn með það fyrirkomulag svona í grunninn að við metum nær eingöngu áhrif á ríkissjóð, en erum mjög skammt á veg komin með að meta áhrifin á fyrirtækin. Helmingur á nýrri reglubyrði samkvæmt þýskum mælingum vegna ESB, og núna eru þar umræður hvort ekki einnig að reyna að meta ávinninginn skipulega til að skapa meira jafnvægi, því að það er augljóst að það ekki sanngjarnt að horfa bara í kostnaðinn af reglum, heldur verður líka að horfa á ávinninginn. En það er vissulega mun flóknara viðfangsefni að meta til dæmis eins og þessi gildi mengunarvarnir og umhverfisvernd heldur en beinharðan kostnað. En það er svona samt telja menn að það sé að menn þurfa að þróast, að reyna að þróa lagasetningavinnu í þá átt. Í Bretlandi hefur ríkisstjórnin tekið upp það viðmið að fyrir hverja nýja reglu eigi að fara eða reynda 2 núna út, og það ansi róttæk nálgun, en hefur verið orðið mikill hvati fyrir ráðuneytin að finna einföldunarleiðir, því að þau kom ekki nýjum málum á dagskrá ríkisstjórnar, nýjum þingmálum, nema að leggja leið til einhverja einföldun. Nú, ég ætla kannski að hlaupa aðeins yfir þessa glæru, en víkja stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar sem að ráðherra minntist reyndar á í opnunar ávarpi sínu, þar sem endurskoðun regluverks atvinnulífsins sett á oddinn, og í kjölfarið þá var útbúin aðgerðaáætlun til þess að hrinda þessum áformum í framkvæmd, og ég vil sérstaklega nefna eitt verkefni sem er komið langt á veg, að það er að skoða regluverk í ferðaþjónustunni, og það er Ferðamálastofa sem leiðir það verkefni, en forsætisráðuneytið og fleiri aðilar og eins haghafar úr ferðageiranum hafa aðkomu að því. Og verklagið þannig að það bæði greint hver séu markmið viðkomandi löggjafar sem lýtur að ferðaþjónustu, síðan fundið út hvað það sem pirrar helst, ef ég má nota það orð, í geiranum, og veldur kostnaði. Það til dæmis verið að gera könnun með viðtölum við fyrirtæki hvaða leyfisveitingar ferli tekur langan tíma, og hvaða vinnu þarf að leggja í leyfisveitingar og leyfisumsóknir, og síðan verður áætlaður heildarkostnaður af slíku, og jafnframt safnað saman einföldunartillögum. Áhrif tillagnarinnar verða síðan metin út frá almannahagsmunum og þessu skilað í formi skýrslu. Ég held að þarna sé verið að móta verklag sem muni nýtast á öðrum sviðum. Það var ákveðið að byrja á ferðaþjónustunni, meðal annars fyrir frumkvæði Ferðamálastofu og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, en verður fróðlegt að sjá hvort að þarna sé ekki komið verkfæri sem dugir vel á önnur reglusvið. Dæmigerðar ábendingar úr þessu starfi að einfalda leyfisveitingarferli og nýta tæknina betur, vera með einn stað á vefnum þar sem fyrirtæki geta sótt leyfi og áttu öll samskipti við stjórnvöld, að fyrirtæki þurfi ekki að skila sömu upplýsingunum inn oftar en einu sinni. Ef að upplýsingar frá fyrirtækjum liggja einhvers staðar í kerfinu, að þá eigi það að duga, og upplýsingar eiga að flæða á milli stofnana, en fólk eigi ekki að þurfa og fyrirtæki að ganga á milli stofnana með upplýsingar og beiðnir. Nú,
Sama kom fram hér áðan, efla samráð milli stjórnvalda og fyrirtækja og svona allt viðmót þurfa að vera sem þjálast. Taka tillit til stærða fyrirtækja því að það segir sig sjálft að lítil fyrirtæki með örfáa starfsmenn, þegar allar þessar opinberu kröfur koma saman, að þá getur það jafnvel skipt sköpum rekstrarafkomu viðkomandi. Og samstarf milli eftirlitsaðila, og mér kom það einmitt í hug hérna áðan þegar þið voruð að lýsa starfsmenn Umhverfisstofnunar því sem hér gert, hvað það gæti verið gagnlegt ef það væri aukið samtal á milli eftirlitsstofnunum það hvað sé svona góð nálgun varðandi eftirlit og að menn læri þannig líka hver af öðrum. Það koma líka fram ábendingar að það þurfi að taka hart á því ef lög eru brotin. Einfaldlega af þeirri ástæðu að ef að regluverki er ekki fylgt eftir og hefur engar afleiðingar að brjóta gegn opinberum reglum, að þá sjálfu sér er grunnurinn undan öllu saman brostinn. Nú, þetta verkefni færir okkur heim sanninum að stjórnvöld og hagsmunaaðilar geta unnið vel saman að einföldun. Það er samt mjög krefjandi að finna út hver kostnaður er af regluverki og jafnvel á afmörkuðum sviðum, en það er samt sem áður mikilvægt til að reyna að taka stöðuna í upphafi verkefnis til þess að geta fylgst með því hvort einhver árangur verði af. Og þessi árangursvísa sem þið nefnduð áðan er akkurat tæki til að fylgjast með raunverulega er viðleitni til að bæta vinnubrögð að skila sér. Ég vil nefna svona undir lokin að við verðum að hafa í huga að í okkar fámenna ríki þurfum við samt sem áður að halda úti regluverki sem hefur kannski svipað umfang og hjá mun stærri ríkjum. Þannig að við verðum að vera frumlög í að reyna að nýta mannauðinn sem best og tíma og þeirra sem þetta sýsla. Það fer mikil orka hjá okkur í nýsmíði reglna, en endurmati og yfirferð og einföldun er gefin miklu minni gaumur. Þá vil ég aðeins nefna líka að það er svona tilhneiging til að umræðan þetta efni verði mjög fljótt pólitísk og pólariseruð, og menn horfa fram hjá því að einföldun er faglegt viðfangsefni sem allir ættu að geta sameinast um. Lögfræðingar, að ég er nú einn af þeim, þeir þurfa að læra að lesa reglur með öðrum hætti, velta áhrifum fyrir sér, ekki síður en merking og túlkun. Við þurfum að samræma betur væntingar til löggjafar og framleiðslu getu löggjafans og síðan möguleika til eftirfylgni. Og auka kannski að lokum opinbera og fræðilega umræðu löggjafar stefnu, og ég held að þessi ársfundur ykkar sé akkurat þráðbeint inn í og svar við þeim punkti. Takk fyrir.